Kæru kandídatar, ágæta starfsfólk og aðrir góðu gestir. Ég heiti Steinunn Alda Gunnarsdóttir, er fyrrverandi stúdent hér við Háskólann á Akureyri og ég mun leiða ykkur í gegnum athöfnina hér í dag. Það er mér sönn ánægja að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á brautskráningu kandídata úr grunnnámi við hug- og félagsvísindasvið. Fallegir tónar strengjatrjóðs tók á mót okkur hér við innkomuna, en tríóið skipa Ásdís Arnardóttir á selló, Eydís Úlfarsdóttir á víólu og Sofía Fredrovits á fiðlu. Kæru kandídatar, ég man mjög vel eftir að hafa verið í ykkar sporum. Stolt af afrekinu og spennt fyrir komandi tímum. En á sama tíma þurfti ég að takast á við blendnar tilfinningar á kaflaskilunum. Því það var og er nefnilega ótrúlega gott að vera hávæðingur. Það er því viðeigandi að brautskráning fari hérna fram innan veggja háa. Því hér inni eigið þau öll ykkar sögu og minningar. Háskólaárin skrifa ákveðin kafla í sögun okkar. Einhverjir kandídatar hér inni fluttu til Akureyrar til að hefja nám. Aðrir mættu samviskusamlega í lotur og einhverjir sóttu vel í félagslífið. Hver svo sem vegferð ykkar var að deginum í dag, þá megi öll vera stolt. Þetta er dagurinn ykkar. Það er loksins komið að því. Ég bið ykkur vinsalast að slökkva á farsímum og athuga að ljósmyndarar af vegum Háskólans taka myndir hér inni og einnig í móttökuna eftir. Myndirnar verða síðan aðgengir á netinu ykkur öllum að kostnaðarlausu. Ég vil benda ykkur á myndabóksin 2 sem staðsett eru hérna inni og úti. Ykkur alveg frjálst að nýta þau að vild. Dagskrá hátíðanna hefst að því að Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri, flytur ávarp. En fyrst mun hann ganga inn í salinn ásamt Tom Berry, forseta hug- og félagsvísindasviðs, Kristínu Jónsdóttir, heiðursgesti háskólahátíðarinnar í ár, ríkislögreglustjóra og deildarforsetum fræðasviðanna. Ég vil biðja ykkur að rísa úr sætum. Kæru kandídatar, heiðursgestur Kristín Jónsdóttir, ég gleymdi henni í morgun. Ríkislögreglustjóri, Sigríður Björk Guðjónsdóttir. Kæru gestir, góðir hafnfirðingar, Kæru gestir, nær og fjær. Þetta var lokal húmor. Það er mér mikill heiður að fá að standa hér í dag og ávarpa ykkur á háskólahátíð Háskólans á Akureyri. Hér fögnuðu ykkur, kæru kandídatar, og ykkar árangri. En ekki síður fögnuðu við háskólasamfélaginu hér við Háskólann á Akureyri. Því þetta er svo sannarlega uppskeruhátíð. Fyrir skólann og reyndar fyrir Ísland allt. Því að þessu sinni erum við að brauskrá 540 kandídata úr grunn- og framhaldsnámi af 2 meginfræðasviðum og við höfum aldrei áður brautskráð marga. Og með nemendatölum sem að stefna ég að verða hér í haust,
að þá stefnir í að næsta ár verði líka metár. Þannig að þið getur verið að upplifa þann einstaka viðburð, þetta sé síðasta brautskráning í þessum sal. Mögulega. Ef við sprengjum þetta utan á okkur. Þegar við lítum yfir 10 ára sögu háskólans, og þá sjáum við breytingar og við sjáum framfærir. Við höfum ekki bara stækkað og styrkt okkur, heldur höfum við einnig stuðlað að mikilvægu framlagi til íslensks samfélags í heild sinni. Slíkt gerist ekki nema með samstöðu, metnaði og ástríðu allra þeirra aðila sem koma að námi hér við skólann. Og það má eiginlega segja að við séum stödd á ákveðnum tímamótum. Við getum verið með þema að þessu sinni sem tímamót. Þið, kæru kandidatar, standið svo sannarlega á tímamótum. Því þið eru að ljúka námi og framundan eru ný tækifæri. Háskólinn á Akureyri stendur á tímamótum því nú þarf að huga ítarlega stefnu skólans næstu 10-20 árin. Því að í mjög svo breyttu umhverfi, bæði kerfislegum breytingum sem að stjórnvöld setja á okkur með reglubundnum hætti, en ekki síður í þessum samfélagslegu breytingum. Samfélagslegum breytingum með tilkomu gervigreindar. Kannski er heimurinn allur á sínum stærstu tímamótum í allana síðustu 100 ára. Þegar með tilkomu gervigreindarinnar eru forsendur samfélagsins að gjörbreytast. Takk eftir þessu. Við erum ekki bara að tala um nýja tækni til að gera nýja hluti, gera eitthvað betur og hraðar. Það eru forsendur samfélagsins sem eru að breytast. Og slíkt gerist bara á nokkur 100 ára fresti, eins og reyndar sumir viðburðir í öðrum fræðum. Og fyrir mig, prívat og persónulega, er þetta líka tímamót. Því að ég er hér í 10. og allra síðasta sinn. 3. skiptið á 2 dögum. Kæru gestir, nær og fjær, þið sem fylgist með okkur í streymi. HA hefur svo sannarlega vel dafnað á síðustu áratugum og skólinn stendur sig sem öflugasta menntastofnun landsins. Að minnsta kosti utan höfuðborgarsvæðis. En ef við viljum, við sem hér störfum og styðjum við skólann, ef við viljum og setjum það sem okkar markmið, þá getum við svo auðveldlega orðið öflugasta menntastofnun landsins. Og það er einfaldlega hægt að sjá það í þeim tölum, hvernig við höfum þróast. Með mitt grunnfag sem hagfræði, þykja með tölur náttúrulega einstaklega skemmtilegar. Þannig við skulum bara skoða nokkrar tölur fyrir Háskólann á Akureyri, af því þetta er mitt síðasta partí og ég ræð. Í fyrsta lagi talaði ég um aukninguna í kandidatum og nýnemum. Og þetta þýðir að við munum komast yfir 3000 nemendamarkið annaðhvort í haust eða næsta haust. Og ég tala ekki ef að sameiningu stofnana verður. Í öðru lagi hefur rannsóknarstarfsemi skólans aukist til muna á síðustu árum. Birtingum fjölgað, sérfræðingar koma meira fram á innlendum og erlendum vettvangi og alþjóðlegt samstarf okkar er að aukast, þó vissulega megi gera betur. Og við eigum líka mælingu fyrir þetta. Þau eru kölluð rannsóknarstig. Og þau eru búin að vera vel norður fyrir 3000 nokkur ár núna í röð. Og við viljum alltaf vera fyrir norðan. Allar tölur. Starfsmannafjöldin hefur eykst og nú starfa það bil 250 manns beint við skólann. En með einum eða öðrum hætti og sérstaklega ánægilegt að minnast á hér með þennan föngulega hóp fólks úr löggæslugeiranum sem hefur komið að menntun lögreglumanna sem hér er að brautskrást. Því með einum eða öðrum hætti eru 750 einstaklingar til viðbótar við þessar 250 sem koma að menntun ykkar, kæru kandidatar. Þannig á hverju ári, hverju skólaári, eru það bil 1000 einstaklingar sem eru að stuðla því með einum eða öðrum hætti að því getur stundað hér nám. Ég væri heldur ekkert rosalega mikil hagfræðingur ef mér tækist ekki að lauma nokkrum krónum inn í þetta líka. Og Háskólinn á Akureyri velti á síðasta ári 5 milljörðum króna tæplega. 5.000 milljónir. En að sjálfsögðu viljum vera einhverjum lista og við viljum keppa. En það er bara því miður ekki til opinber listi yfir allra stærstu opinberu stofnanir landsins
en mér reiknast til að við séum cirka bát í 15. sæti. Og við erum önnur stærsta opinbera menntastofnunin, svo þriðja stærsta ef að horft til einkaríkjunarstofnunum líka. Þessar tölur, fyrir mig sem hagfræðingur rosalega áhugaverðar skemmtilegar, en fyrir okkur öll, að þá er þetta ákveðin staðfesting á því að sú draumsýn sem að frumkvöðlar þessar skóla settu fram í ritgerð sem var skrifið árið 1986 af fyrsta rektor skólans, Haraldi Bestasyni, það hér myndi innan tíðar verða öflug háskólastofnun, hún hefur ræst á rétt rúmlega 30 ár. Og það er þess vegna sem ég segi að ef við ætlum okkur að verða öflugasta menntastofnun landsins, þá bara gerum við það. Það er bara okkar ákvörðun. Og skoðum aðeins ykkur, kæru kandidatar, búsetu ykkar. 35% ykkar búa á höfuðborgarsvæðinu, 58% utan þess, en 7% búa í öðrum löndum. Þannig að við erum að þjónusta allt Íslandingar, sama hvert þeir eru í heiminum. Við sem höfum gengið í gegnum það að þurfa að fara yfir heiðara að vetri og sækja nám og starf við erfiðar aðstæður, við skiljum hvað það er að búa norðan heiða og fjallvega. Og þið, kæru nemendur sem búa á höfuðborgarsvæðinu, skiljið það líka eftir heimsóknir okkar í lotur. Eða starfsnám. Ísland er ekki auðvelt land til yfirferðar. Og þið vitið hvað samgöngunar skipta okkur miklu máli. Þannig viljum við sjá áframhaldandi uppbyggingu Háskólans á Akureyri með starfsstöðvum víða land til þess að þjónusta allar byggðir landsins með viðunandi og mannsæmandi hætti, en að sjálfsögðu undir styrkri forystu Háskólans á Akureyri. Því háskólum mun fækka á næstu árum, en HA verður í forystu sæti þegar því kemur og verður nauðsynlegt mótvægi við suðrið, sem kannski Háskóli Norðursins alls, frá vestri, Norðurland til austursins. En við erum alltaf háskóli allra Íslendinga í gegnum okkur öfluga fjarnám. Forysta HA í að bæta aðgengi stúdenta að háskólanámi er og hefur verið ótvíræð. Kæru kandidatar, þið hafi verið hluti af þessari vegferð, hvort sem þið hafi búið norðan eða sunnan heiða. Og þið skiljið þessuna betur en margir aðrir. Hvers vegna við viljum að tæknin aðstöða okkur við aðgengi. Ég vil hvetja ykkur til að nýta þessa færni og þekkingu sem þið hafið að fjarvinnu, já, nám er vinna ekki satt, til þess að hvetja allar stofnanir hér á landi til að búa til umhverfi sem gerir fólki kleift að sækja þessa þjónustu með rafrænum hætti ef mögulegt er. En jafnframt að allir séu fullgildir þáttakendur í samfélaginu, sama hvar á landi við búum. Hugið vel að aðgengi þjónustu hins opinbera, sama hvar á landi fólki býr, en hugsaðu líka þetta í heild sinni. Störf í dag, einmitt með tilkomi tækninnar og mögulega gervigreindarinnar, gera það verkum að fólk getur starfa nánast hvar sem er. Það verður grundvallar breyting í okkar samfélagi ef við getum valið búsetu og svo starf. En þurfum ekki að flytja starfsins vegna. Þið, kæru kandidatar, þið munu geta haft mikil áhrif á þetta í ykkar störfum í framtíðinni. Þið geti brotið þessa menningu, þetta hugarfar sem hefur leitt okkur þessa leið. Það byggðamynstur sem þróast hefur hér á landi er ekki óbreytanlegt. Það er mannanna verk. Þið geti byggt brýrnar. Kæru gestir nær og fjær, á mínum 10 árum í starfi hefur mér verið tíðrætt þá gjá sem ég sé vaxa milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðanna allra. Ég vil ekki dvelja of við það á svona hátíðisdegi, ekki gera umræðuna of neikvæða. En ég kemst ekki hjá því að minnast á tvö dæmi að þetta er mitt síðasta skipti. Þannig að ég hef ykkur hér nú og mun ekki hafa ykkur áfram. Þannig að þið þurfum að fá smá dæmisögur. Dæmisögur sem sýna fram á bara með svo einföldum hætti hvað þetta er fast í okkur öllum, þetta óréttlæti. Fyrra dæmið tengist einfaldlega mínu eigin fagfélagi, félagi forstöðumanna.
Það var boðað til aðalfundar síðastliðið vor og boðið upp á fundin í streymi. Mjög gott og mjög jákvætt skref. Nema hvað það var tekið fram að þeir sem væri í streymi gæti ekki greitt atkvæði. Að þessari tækniöld, í þessu hugafari, að ef þú ert ekki á staðnum þá ert ekki raunverulega með. Kæru kandidatar, ég vona að þið sjáu hversu fáránlegt þetta er og vona að þegar þið starfið í hinum ýmsu embættum, vinnustöðum, heilbrigðisstofnunum, fyrirtækjum land allt, að það átti þið ykkur á hversu fáránleg svona kveðja væri. Og hitt dæmi tengist eiginlega unga fólkinu okkar. Ekkert eiginlega, það tengist okkar unga fólki. Ein háskólastofnun hér á landi stefnir um það bil 400 nemendum að landinu öllu til að taka inntökupróf á hverju vori. Próf sem stendur í 2 daga, stórt og mikið og skiptir miklu máli. En þetta þýðir að fólk sem býr utan svæðis þarf að bera kostnað af ferðalagi og gistingu. Það eitt og sér býr til lakari aðstæður þegar fólk í 2 daga prófi. En vitið þið hvað? Það getur komið vont viður í júní. Það getur alveg snjóað. Heiðar geta alveg orðið ófærar og það getur haft áhrif. En brandarinn við þetta próf, vitið þið hvað? Viljið þið giska? Hvað það er sem gerir þetta raunverulega skondið? Og þá meina ég skondið. Prófið er afrænt. Nemendur mæta með sinna eigin tölu á staðinn taka próf. Í alvöru krakkar. Viljið þið svona að Íslands samfélag þróist með þessum hætti? Ég vil ekki gera neitt mál úr þessum dæmum sem slíkum. Þetta eru bara 2 lítil dæmi en endurspegla svo rosalega vel hvað þetta er gegnumsýrt í okkar samfélag. Og þess vegna, kæru kandidatar, segi ég treysti á ykkur til að breyta þessu. Ísland á betra skilið. Að breyta heiminum og bæta hann er stöðubarátta. Og alls ekki alltaf auðveld. Og sjaldnast er hún sanngjarn. Lífið færir okkur alls konar og við vitum aldrei fyrir áreinir úr hverju við erum gerð eða hvernig við bregðumst við. Það átakanlegasta í mínu daglega starfi hér við skólann hefur verið þegar við höfum misst starfsfólk langt fyrir aldur fram. Fólk í blóma lífsins sem hafa sett mark sitt á stofnunina og þeirra einstaklinga minnist ég með söknuði. Og ykkar, kæru kandidatar, ykkar eigin barátta hefur líka verið alls konar. Enginn ber utan á sér þá erfiðleika sem lífinu fylgja. En hér eru þið og þetta er ykkar sigur. En því miður var það ekki svo fyrir alla í þessum árgangi. Eiríkur Jörn Jónsson hóf nám hér í lögreglufræðum haustið 2022 ásamt sambýlisskonu sinni Svandísi Ernu Þórðardóttur sem í dag brautskráist hér sem lögreglumaður. Eiríkur Örn lést þann 7. febrúar eftir umferðarslys sem varð í janúar síðastliðnum. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri votta hér Svandísi Ernu, börnum þeirra, foreldrum, bróður hans og kandidatum í lögreglufræðum og starfsfólki og okkar innilegustu samúð. Foreldrar Eiríks eru hér í salnum í dag ásamt bróður hans og við munum gleðjast á fallegum degi. Kæru kandidatar, áföllin, þau beygja okkur. En góðar minningar hjálpa okkur til að brotna ekki. Minningi lifir svo lengi sem við lifum. Kæru gestir nær og fjær, lífið er stundum stormur. Og við fengum að upplifa storm hér á norðurhluta landsins fyrir árinu og það snjóaði að sumri. Og það snjóaði aftur. Við fengum þó nokkuð marga daga af snjó. En vitið þið hvað? Hríðinni slotaði, snjórinn hvarf.
Og í dag, dásamlegu dagur, þar sem við getum fagnað saman og glaðst að þrátt fyrir áföll og erfiðar aðstæður, þá kemur alltaf betri tíð. Því að þið, kæru kandidatar, hafi lagt mikið á ykkur til að geta verið hér. En þetta er bara áfangi. Stutt hlé á vegferð lífs ykkar og það er því ástæða til að fagna og skemmta sér. En í hófi. Og það er líka komin tími til að hvíla og hugsa næstu skref. Þið hafi flest, já ef ekki öll, stund að vinna með námi. Þið eigi fjölskyldur og vini sem hafa stutt ykkur og hjálpað ykkur í gegnum þessa áskorun. Komið ykkur á þennan áfangastað. Og kæru fjölskyldur og vinir kandidata, við þakkum kærlega fyrir lánið. En nú er algjör nauðsyn að þið, kandidatar, notið tíma til að hugsa eigin heilsu og eigin hag. Sinnið ykkur sjálfum. Ég vil hvetja ykkur til þess að elska ykkur sjálf og taka ábyrgð á eigin líkamlegri og andlegri heilsu. Að elska sjálfan sig er öllum hollt. En það er ekki sama og sjálfselska. Það er ekki að sama og svo sjálfsdýrkun áhrifavalda sem við sjáum á samfélagsmiðlum. Eða upphafningu hins veraldlega á kostnað þess andlega. Og kannski er þetta stærsta ógnin sem við setjum fyrir framan ungt fólk í dag. Þessi sjálfsdýrkun. Ég vil því hvetja ykkur, kæru kandidatar, til þess að vera fyrirmynd fyrir ykkur sjálf. Og þannig verða fyrirmynd fyrir aðra, með því að sinna ykkar samfélagi, vera virkir þegnar og taka þátt í að byggja upp betri heim. Ágætu gestir, nær og fjær og kæru kandidatar. Þau eru mörg tækifæri til að breyta heiminum. Og nú standum við frammi fyrir þeim tímamótum sem ég talaði áðan með tilkomu gervigreindarinnar. Nú að því við horfum á þennan fangulega hóp sem hér er, lögreglufræði nema, ímyndið ykkur hversu mikið álag verður á tölvukerfi heimsins þegar gervigreindin er komin af stað. Og þetta er hópurinn sem mun vernda okkur stafrænt og á staðnum. Því það skiptir engu máli í hvaða geira samfélagsins þið munir starfa, það skiptir engu máli á hvaða fræðasviði þið munir verða. Gervigreindin mun hafa áhrif á ykkar störf. Og til að sanna það fyrir ykkur, þá gerði ég smá tilraun. Ég lék mér að því að láta gervigreind skrifa brautskráningaræðina á íslensku. Og vitið þið hvað? Hún var styttri en þessi. En bara að því ég bað það. Hún hefði getað lengri. Og það sem meira er, eina af þeim málsgreinum sem ég las fyrir ykkur hér í dag er algjörlega skrifuð af gervigreind. Það verður ykkar að finna út hvaða málsgrein það er. En ég ákvað bara að nota þetta sem lítið dæmi það að þetta hefur áhrif allstaðar. Stóra spurningin er, hvernig ætla háskóla landsins og heimsins alls að bregðast við? Getum við sem háskólastofnanir með okkar aldagömlu hefðir, stundum svolítið íhaldssöm, skils mér á ykkur, kæru kandidatar, en getum við í eðli okkar brugðist nógu vel og nógu hratt við? Þetta eru gríðarlega stóra spurningar og ég er ekki sannfærður að íslenskt háskólakerfi sé vel í stakk búið til að takast á við þessar breytingar. Því þetta eru tímamót fyrir háskólakerfið í heild sinni. Þess vegna treystum við á ykkur, kæru kandidatar, að svo menntun sem að þið hafi hlotið hér í dag, sem að þið fáið staðfesta hér í dag og hafi hlotið á síðustu árum, verði grunnurinn að nýrri þekkingaröflun sem þið munið þurfa að glíma við leið og þeir eru komin í ný störf. Að vera gagnrýnin, að geta greint á milli hins góða og hins illa þegar kemur að því hvernig við beitum tækninni. Það er bara stundum sagt, nú er ég komin út fyrir handritið, það er stundum sagt að við þurfum að mennta meira tæknifólk, að við þurfum að byggja upp sterkari þekkingu á þessum sviðum. Og það er alveg rétt. En stóru, mikilvægu spurningarnar sem að skipta
meginmáli áður en förum af stað siðferðislegar. Hvað viljum við gera með tækninni? Hvernig viljum við nota hana? Þetta á við í heilbrigðisgeiranum, þetta á við í menntageiranum, þetta á við þegar við komum í fyrirtækinu og erum að afla aukinna verðmæta. Því það verður hægt að gera ótrúlegustu hluti. Augljóslega og því að hægt að skrifa ræður rektors. Kæru kandidatar, við göngum hér í sameiningu út úr salnum og eftir. Ég með talin erum að ganga í átt að nýjum tíma. Við tökum þessum nýju áskorunum með hugrekki og gleði og notum þetta sem tækifæri. Því tækifærin eru ótrúlega mörg og fjölbreytt. Fyrir mig persónulega þá má segja að ég hafi verið hér í 10 ára námi til viðbótar hinn 15 árum sem ég var í háskóla. 25 ár. Og ég hef lært mest sjálfan mig og kannski fólk almennt. Það hafa verið mikil forréttindi og heiður að fá að vinna með því frábæra fólki sem hefur starfað hér við háskólann. En nýlega varð ég las ég grein vinnustæði og samskipti og það var talað hinn þögla meirihluta og það kveikti peru hjá mér. Það nefnilega þannig að það hinn þögli meirihluti sem gengur til verka sama á hverju gengur með ástríðu og vilja til að efla sitt fag. Vinnur fyrir háskólasamfélagi allt eða það samfélag sem þau starfa í. Þetta fólki sem hefur haft metnað í að gera háa þeirri mögnuðu háskólastofnun sem við erum. En þið ágætið þögli meirihluti, svona eins og kannski stilltu systkinin, fáið einmitt minni athygli dagstaglega. Og þessna ákveði að veita ykkur alla mín athygli hér í dag. Þegar þið standið upp úr sem góðu minningarnar úr starfi mínu hér við háa. Fólkið sem af ástríðu brýtur ísinn og brýst áfram. Og þá vil ég þakka sérstaklega þeim tæplega 4.000 stúdentum sem hafa stundað námið háa á starfstíma mínum. Fyrir að hafa valið skólann til náms og þroska. Án þess að draga einhverja sérstaklega fram, langar mig þó samt að minnast á kjörna fulltrúa ykkar, kæru kandidatar. Kjörna fulltrúa stúdenta. Það hefur verið einstaklega ánægilegt að starfa með öllum þeim stúdendaráðum sem ég hef unnið með og forminu þeirra síðustu 10 árin. Og ég þakka ykkur kærlega fyrir mjög góð og ánægileg samskipti á þessum árum. Það ekki sjálfgefið. Kæru kandidatar, þetta eins og við segjum, this is it. Það komið að því. Göngum saman til móts við nýja tíma með þekkinguna í fararbroddi til að gera góðan heim enn betri. Ég þakka fyrir mig. Þá komið að brautskráningu kandidata. Ég vil biðja ykkur að klappa aðeins í lok hverrar brautskráningar, af hverri braut eða deild. Það þó sjálfsagt að klappa fyrir þeim sem hljóta viðurkenningar. Tom Berry, forseti hug- og félagsvísindasviðs, brautskráir kandidata á sviðinu. Honum til aðstoðar eru deildarforsetar fræðasviðsins. Tack, það ekki smá heit hér uppi á sviði. Så kæri kandidatar, fyrir rétt rúm ári síðan hóf ég starf við Háskólann á Akureyri. Og þetta þriðja sinn sem ég held stutt útskriftarræðu og að tek þátt í þessum hátíðlega viðburði. Af verkefnum mínum í starfi síðastliðið ár hafa þátt okkar í þessum merkistögum fyrir eitthvað mest gefandi og ánægjulegasta hluti starfsins. Í svipbriðum útskriftarnemenda má sjá mikla spenna og stolt yfir því afreki að komast yfir markið. Jafnframt má sjá von framtíðinni og þá möguleika sem ný menntun býður upp á. Og þarna liggur einmitt gildi háskólanáms, möguleikin til breytinga. Menntun eins konar verkfæri til að halda áfram í lífinu, finna þeir starfsframa og störf sem byggt styrkleikum
og ég stundum erfitt að segja íslenska orð, afsakið, ástríðu hvers og eins á því sviði sem viðkomandi vill blómstra í. Þetta það sem gerir ykkur kæru útskriftarnemendur verðmæt fyrir samfélagið, framtíða vinnuveitendur og ekki síst ykkur sjálf. Ég fæddur uppalinn á Írlandi og á þeim 25 árum sem líðin frá því að ég flutti til Íslands hef ég orðið var við ýmsar breytingar bæði á samfélaginu og umhverfinu til að mynda loftslagsbreytingar og áskoranir sem þeim fylgir. Eitt getum við verið viss í lífinu að það breytingar mun verða. Og til þess að mæta þeim, hvort sem á einstaklings eða samfélagsvísu, verðum við að vera opin og móttækileg fyrir nýjum hugmyndum og sjónarmiðum. En í þessi samhengi vil ég vitna í orð samlanda míns, írska Nobelskáldsins George Bernard Shaw, sem kannski ekki mjög þekkt á Íslandi. En hann sagði, framfærir ógerlegar án breytingar, og þeir sem ekki geta skipt skoðun geta ekki breytt neinu. Í námi ykkur hafa þið fengið grunn til að spyrja gagnrýna spurningar, velta fyrir ykkur af hverju hlutirnir eins og þeir eru, hvernig hægt til að stuðla að breytingum og hvað kemur í veg fyrir breytingar. Háskólanám hefur því fært ykkur mikilvæga færni til að komast til að takast á við áskoranir framtíðarinnar. Ég hvet ykkur til að vera stolt af því sem þið hafið áorkað hér í dag og þessi síðasta ár við Háskólann á Akureyri. Og jafnframt ég þess fullviss að sú þekking og færni sem þið hafið öðlast hér við HA mundi nýtast ykkur til góðs í lífinu og starfið. Ég óskar ykkur innilega til hamingju og allt hins best í framtíðinni. Så i dag vi breytskránemendur frá Hugafélagsvísindi Svið. Frá félagsvísindi deild þetta alls 102 kandidater með 105 skiptinni, og kennaradeild 42, og lagadeild 17 og 36 og sálfræðideild. Nu fer fram breytskráning frá félagsvísindi deild, en mig langar að biðja Guðmund Ævar Oddsson, starfandi deildarforseti, að koma upp á svið og hjálpa mér með þessi verkefni. Einig langar mig að biðja Sigríður Björk Guðjónsdóttir líkurlögfræðistjóri að vera með til aðstoðar við breytskráningu kandidata í lögfræði. Først verður breytskráða kandidater með diplóma í lögreglufræði fyrir starfandi lögreglumenn, en hann ekki viðstaddur, en það Þór Þórðarsson. Nú verður breytskráða kandidater með diplóma í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn. Alexander Christian Karlsson. Alexander Reynir Tryggvason. Andri Fannar Sigurdsson. Andri Þór Solbergsson. Anton Gunnlaugur Óskarsson. Arnar Víðarsson. Aron Högni Georgsson, en Aron Högni hlýtur viðurkenning frá landssambandi lögreglumann fyrir góðan námsárangur. Arne Fannar Gudmundsson. Ásta Sól Helgadóttir Hlíðdal. Berghildur Þóra Hermannsdóttir. Bergrós Birna Sigurgeirsdóttir. Birkir Páll Eliasson. Birta Dag Alflíðardóttir.
Bjarni K. Sigurjónsson, Bjartar Isak Rósansson, Björn Lukas Haraldsson, en Björn einnig að ljúka BA-prófi í lögreglufræði og löggæslufræði og fær því afhent 2 skiptinni. Björn Ásgeir Summerlísson, Broddi Palmi Ottosson Petersson, Dagrún Inga Jónsdóttir, Dagur Einarsson, Daniel Freyr Ólafsson, Dari Finnbogason, Davíð Arnar Ómarsson, Davíð Fannar Ragnarsson, Einar Danielsson, ég sagði Einar Alexander Haraldsson. Þetta er rosalega lang list. Einar Yngvi Jónsson, Erika Skúli Gustafsson, Elisabeth Rún Stefansdóttir, Embla Dögg Sævarsdóttir, Erlín Birkir Höskuldsson, Fanney Ísaksdóttir, Grettir Már Þorkelsson, sem ekki hér, Guðbjartur Sindri Vilhjálmsson og Guðbjörg Víðja Antonsdóttir. Guðbjörg Agnarsdóttir, Guðgeir Einarsson, en Guðgeir einnig ljúka BA-prófi í lögreglu og löggæslufræði og fær því afhent 2 skiptinni. Guðmundur Ingi Hammer Kjartansson, Guðrún Anita Hjalmarsdóttir, Hafþór Atli Ólafsson, Harpa Dís Ulfarsdóttir, Heiðar Örn Helgason, Heiðar Freyr Leifsson, Hekla Ingunn Daðadóttir, Helga Dís Brynjólfsdóttir, Hilmar Örn Gunnarsson, Hjörtur Ingi Hjartarsson, Ingi Þór Birgisson, Ingvar Andri Magnusson, Jóhann Axel Vignesson, Jóhann Júlia Júliusdóttir, Jóhanna Pálsdóttir, Jón Ingi Jónsson, Katrín Ósk Sveinbjörnsdóttir, Kári Stein Benediktsson, Kolbeinn Fannar Gíslason, Kristjana Marta Martinsdóttir, Líf Angelica Armansdóttir, en Líf einnig að ljúka BA-prófi í lögreglu og löggæslufræði og fær því afhent 2.
skírteini. Ludvig Árni Þórðarson, Ragnar Fredrik Ingvarsson, Ragnar Rex Johansson, og annað blaðsíða. Reinar Þór Reynisson, Robert Dari Jónsson, Sigurjón Unnar Íversson, Sigurjón Bogi Ketilsson, Sindri Freyr Arnesson, Stefania Ásgeirsdóttir, Stefán Hækkur Björnsson Vage, Steinunn Lilja Jóhannesdóttir, Svandís Erna Þórðardóttir, Thelma Lind Olsen, Þýður Sigurbergsson, Tinna Marin Sigurðardóttir, Thomas Daði Haldursson og Thomas Freyr Sigurdsson. Nú brauðskráning fyrir ferðinni í lagreglumenn lokið og ég vil þakka ríkislagreglustjóri fyrir aðstöðunni. Nú verða brautskráðar kandidatar með BA-próf í félagsvísindum. Arman Örn Sigursteinsson, Ástrós Eva Guðnadóttir, Dagbjört Jónsdóttir, Erna Guðrún Sigrúnar Jónsdóttir, Eva Dögg Fjölnisdóttir, Guðrún Ósk Aðalsteinsdóttir og Guðrún Elva Lárusdóttir. Helga Pétursdóttir, Júlia Anna Sægert, Kristín Heiða Bjarnadóttir, Laufey Lára Höskuldsdóttir, Máne Dís Díanusdóttir, Mikael Þorsteinsson, Rakel Ír Eyþórsdóttir, Svandís Perla Snæbjörnsdóttir, Tanja Mihaela Múrasan, Thelma Ruth Rogvaldsdóttir, Tinna Berg Damayanthi Rúnarsdóttir, Unnur Jóna Stefánsdóttir. Nú verða brautskráðar kandidatar með BA-próf í fjölmiðlafræði. Eva Karin Guðrúnadóttir, en Eva ekki viðstödd en hlýtur græn ritgerðsverðlaun frá Umhverfisráði Háskólans fyrir að hafa í heiðri mikilvægi umhverfismála í lokaritgerð. Gísli Snær Guðmundsson, Hækkur Brynjarsson, Jón Ragnar Magnússon, Þorstein Hjálmsson,
En Þorsteinn hefur sýnt áburða árangur í námi til BA-prófs og er með hæsta meðalengan breidskráðara bakkalauranema í félagsvísindi deild. Fyrir þessi... Til hamingju. Nú verða breidskráðar kandidatar með BA-próf í lögreglu og lögreglufræði og langar með að biðja Sigríði Björk að koma aftur upp á svið. Gumi, það vantar eitthvað annað. Þetta er ekki veitna. Ekki samkvæmt hér. Já. Sorry, ég að lesa of mikið hér á íslenska, svo ég að rugla mér. Björn Lukas Haraldsson, Guðgeir Einarsson og Kolbrún Birna Jökulrós Klaustardóttir. En Kolbrún Birna hlýtur viðurkenning frá ríkislögreglustjóra fyrir góðan námsárangur. Snorri Mariusson, en þá er lokið brauðskrending frá félagsvísindi deild. Takk fyrir. Nú fer fram breidskráning frá kennaradeild. Mig langar að biðja Guðmundur Ingebertsson, stafni deildarforseta, að koma upp á svið og hjálpa mér. Så nú verða breidskráðar kandidatar með B.Ed.próf í kennarafræði. Aðalheiður Sif Njálsdóttir. Alda Ír Guðmundsdóttir. Aldís Ingvadóttir. Andrea Sif Snæbjörnsdóttir. Andrea Víðarsdóttir. Ásta Þóre Jónsdóttir. Ástrún Sæland. Ástþór Jón Ragnheiðarsson. Birgitta Fjóla Palmeyardóttir. Dagný Björk Sigurðardóttir. Dagrún Yrja Baldursdóttir. Elínbjörg Ósk Halldórsdóttir Vesturlund. Ellen Sif Skúladóttir. Erna Rún Stefansdóttir. Gestný Rós Sigurðardóttir. Guðný Ellen Sveinsdóttir og Halldóra Sædís Halldórsdóttir. Heiða Hrönn Hrannarsdóttir. Hjördís Ósk Einarsdóttir. Jóna Dagmar Hólmfríðardóttir. Katrín Ósk Sigurgeirsdóttir. Kristín Anna Oddsdóttir. Kristín Hrönn Sævarsdóttir. Kristín Edda Válsdóttir. Kristjana Ósk Vegarsdóttir. Kristján Freyr Óðinsson. María Guðrún Gunnarsdóttir. María Björk Ingvarsdóttir. Mattias Hilvar Pálsson Mogensson. Nanna Rán Brynjarsdóttir. Rannveig Júlia Sigurpálsdóttir. Sigríður Steinunn Einarsdóttir. Sigríður Ólafsdóttir. Sigurbjörg Lúthersdóttir. Sissa Efjör Jónsdóttir, en Sissa hefur sýnt áburðar árangur í námi til B.Ed.prófs í kennarafræði og er með hæst meðalengan breidskráða bakkalauranema í kennaradeild.
Solrún Tinna Grímsdóttir. Solveig Eva Petersdóttir. Telma Björk Gunnarsdóttir. Tinna Snorradóttir. Thomas Smári Gudmundsson. Okay. Veidís Alma Ingolfsdóttir. Þorbjörg Níelsdóttir. Þá lokið brautskráning frá kennaradeild. Nú fer fram brautskráning frá lagadeild. Mig langar að biðja Rachel Johnston, deildarforseti lagadeild, til að koma upp á svið. Alltaf gott að hafa smá pása, það segja alltaf. Nú verða brautskráðar kandidatur með BA-próf í lögfræði. Agnes Sigurðardóttir, Anna Margaret Kristjánsdóttir, Anna Björg Stefánsdóttir, Ástríður Glódís Guðlaug Huldudóttir, Kristína Silvía Kretu, og Kristína hefur sýnt afburður árangur í námi til BA-prófs í lögfræði og með hæst meðlengan brautskráðar bakkalárnema. Elva Rún Sveinsdóttir, Guðbjört Angela Mánadóttir, Heiða Ósk Guðmundsdóttir, Hilma Hard Berdino Onnudóttir, Íðun Elsa Kristinsdóttir, Ingvar Jakobsson, Linda Steinardóttir, Magnús Þór Jónsson, Ragnar David Balvinsson, Selma Hörn Vatsdal, Svanna Rebecca Robertsdóttir og Þorgeir Valur Ellertsson. Þá lokið brautskráningu frá lagadeild. Nú verða brautskráðar kandidatur með BS-próf í sálfræði. Mig langar að biðja Arnar Gunnar Ásgeirsson, deildarforseti, að koma upp á svið og hjálpa okkur. Angelina Brigitte Carlucci, Anna Magdalena Pujet, Anna Hulda Sigurðardóttir, Björk Jónsdóttir, Dardan Marina, Dögg Rúnarsdóttir, Elisabeth Rasha, Emilia Björt Pálmarsdóttir, Eva Sóley Þorkelsdóttir, Halldóra Vera Elínborgardóttir, Harpa Hlín Gunnarsdóttir, Helena Dís Birkesdóttir, Ísak Þórir Ísólfsson Lindahl, Jenny Linn Samuelsdóttir Herlufsen, Jóna Margareta Júliusdóttir Lundberg, Jóna Særún Sigurbjörnsdóttir, Júlia Rós Bergþórsdóttir,
Karolína Hildur Hauksdóttir, Leon Daði Sesseljason. Leon Daði hefur sinnt afburðar árangur í námi til BS-prófs í sálfræði og með hæsta meðalöngun breidtskráður bakkalaurenemar í sálfræðideild. Leon var enig hlýtur hann viðurkenning KEA fyrir hæsta meðalöngun grunnnema við Hugo Kvælsvísindeild. Magnus Addi Olofsson, Margrét Hauksdóttir, Margrét Magnúsdóttir, María Ósk Friðbertsdóttir, Marín Ruth Beck Ingadóttir, Oliver Óskarsson, Ragnheiður Ólaf Skaptadóttir, Rina Alma Zogaj, Sandra Juliana Karlsdóttir, Silja Rún Friðriksdóttir, Steinunn Björg Hlífarsdóttir, Sunneva Kjartansdóttir, Sædís Marinósdóttir, Thelma Karen Ottosdóttir, Tina Arngrímsdóttir, Thomas Þórður Hilmarsson og Þuríður Elva Eggertsdóttir. En Þuríður ekki viðstödd en hlýtur græn ritt gerðverðalaun frá umhverfisráði háskólans fyrir að hafa í heiðri mikilvægi umhverfismála í loka ritgerð. Þá breidtskráning fyrir Svíðinni lokið. Kristína Silvía Kretú, kandídat í lögfræði, mun nú flytja ávarp fyrir hönd kandídata. Gjörðu svo vel, Kristína. Kæru kandídatar, rektor Kristín Jónsdóttir, starfsfólk og aðrir góðir gestir. Kristína heiti ég og var að útskrifast með BA í lögfræði. Ég vil byrja að segja ykkur sem mikill heiður það er að standa hér fyrir framan ykkur öll í dag á þessum sérstaka degi. Við lifum á tímum mikilla breytinga og áskorana. Efnahagslegt ójafnvægi, verðbólga og vaxtahækkanir hafa verið raunveruleg vandamál sem samfélagið hefur þurft að glíma við undanfarin ár. Samfélagsmiðlar hafa umbreytt samskiptum okkar, veitt bæði ný tækifæri og skapa nýjar hindranir. Við höfum fengið að finna fyrir áhrifum heimsfaraldurs á daglegt líf okkar, svo má ekki gleyma að minnast á að gervigreindin er orðinn óumflýjanlegur þáttur í okkar framtíð, þó svo kennarar geta haft mismunandi skoðanir á því. En í dag er ég ekki hér til þess að minna ykkur á hvað lífið getur orðið erfitt, heldur er hingað komin til þess að fagna okkur. Og því langar mig að segja nokkur orð hverju námsbraut sem er að brautskrifast í dag. Kennaranemar, þið munið móta framtíðina með ástríðu og þolinmæði og munið, ef þið getið komið foreldrum ykkar í gegnum tæknivandamál, getið örugglega kennt börnum á stafsetningu. En það er ekki bara nemendur sem þið munið kenna, heldur líka samfélaginu í heild sinni. Þið eru þáttur í að móta framtíðina og kveikja neista í hjörtum nemenda og hvetja áfram til þess að elda drauma sína. Sálfræðinemar, þið hafið lært að greina mannssögan sem kemur sér vel fyrir þegar við leitum til ykkar í partíum fyrir óbeina ráðleggingar. En nú getið þið svaraði með viðurkenningu. Ykkar starf er ómetanlegt. Þið tengið saman vísindi og samkennd og breytið líf fólks til eins betra. Félagsvísindafræðinemar, þið hafið rannsakað hvernig samfélag virka og stundum virka ekki, svo hafið greint flókin félagsleg kerfi og fundið lausnir á vandamálum sem við hin vissum ekki svona var til. Þekking ykkar og innsýn er lykillinn að því að skapa sanngjarnara og betra samfélag fyrir öll. Og næst, þegar þið talið flóknar kenningar, skulum við reyna að fylgja eftir með áhugasömum svip. Lögreglufræðinemar, þið hafið lagt stund á eitt af mikilvægustu hlutverkum samfélagsins, að tryggja öryggi og réttlæti fyrir öll.
Þið hafið staðið frammi fyrir krefjandi verkefnum, öðlast bæði fræðilega þekkingu og hagnýta færni, þó svo hafið þurft að þykjast handtaka vin ykkar fyrir valbendingapróf. Fjölmiðlafræðinemar, þið eru augu og eyru samfélagsins. Þið hafið rannsakað hvernig upplýsingar flæða í heimi sem stöðugt að breytast. Svo eru þið meistari í að búa til fyrirsagnir sem vekja athygli. Þannig næst, ef við þurfum að frægð að halda, þá vitum við hvert við erum að leita. Nútímafræðinemar. Þið hafið tekist á við breytileika nútímans og rannsakað hvernig tæknin og samfélagi þróast saman. Þið hafið sýnt okkur að fortíðin er ekki það eina sem skiptir máli. Við verðum að skilja nútíman til þess að móta framtíðina. Og ef einhver veit hvort nýjasta TikTok-trendi sé þessi virði, þá er það örugglega þið. Kæru laganemar, með okkar þrautsegjum höfum við sýnt fram á getuna til að standa vörð réttindi fólks og sanngirni í samfélaginu. Við höfum kafað í dómareifanir og lagað frumvörp, reynt að muna hvort við eigum að standa með stefnda eða stefnanda. Svo höfum við líka lært að nota fyrirvaran it depends í hvert skipti sem ættingjar og vinir biðja okkur um álit. Við höfum einnig þróað með okkur ótrúlega hæfni til að þola langar ræður, hæfni sem kemur sér mjög vel fyrir þegar við byrjum sjálf að tala. En kæri kandidatar, við höfum unnið hörðum höndum til þess að komast hingað og megum vera einstaklega stolt af því. Þetta er okkar dagur, okkar árangur og okkar framtíð og hann er byrjun á nýjum kafla í lífi okkar. Og ég hlakka rosalega mikið til að sjá hvaða stórkostlegur hluti þið munu áorka. Takk fyrir að hlusta, til hamingju með daginn og til hamingju með framtíðina. Hún hefur haft í nægu að snúast síðustu misseri og er orðin ansi þekkt í íslensku samfélagi vegna starfa sinna. Ísland liggur jú á flekamótum og hér eru nokkur virk eldfjöll. Á tímum óvissu og náttúruvár hefur hún séð til þess að þekkingu sé komin til almennings með skýrum hætti. Ég er að sjálfsögðu að tala um Kristínu Jónsdóttur, deildarstjóra jarðvísinda á þjónustu og rannsóknarsviði Veðurstofu Íslands. Kristín hefur verið verðugur fulltrúi vísindamanna sem virk fræðimanneskja í beinum samskiptum við félagið málefni sem varð okkur öll. Það er því sérstaklega vel við hæfi að hún veiti ykkur, kandidötum, heilræði á þessum merku tímamótum í ykkar lífi. Kristín Jónsdóttir er heiðursgestur Háskólahátíðar 2024. Kæra þakki fyrir þessi fallegu orð. Kæri rektor Háskólans á Akureyri, ríkislögreglustjóri, kæru kennarar og starfsfólk, kæru útskriftarnemar, góðir gestir. Til hamingju með daginn. Það er mér mikill heiður að taka þátt í þessari hefð sem Háskólinn á Akureyri hefur skapað með því að bjóða heiðursgesti og varpa kandidata á þessum merkisdegi. Í dag er ástæða til að fagna og gleðjast yfir árangri. Það eru forréttindi að fá að mennta sig, ganga í skóla og útskrifast með gráðu í því fagi sem við sjálf höfum valið okkur. En það er ekki þar með sagt að það sé auðvelt. Sjálf þurfti ég að hafa töluvert fyrir náminu mínu í jarðeðlisfræði í Háskóla Íslands og þrátt fyrir mikinn áhuga voru bækurnar ekki auðleysnar og dæmaskamtarnir oft þungir. Ég get sagt ykkur að allra bestu námsárin voru þegar ég var í doktorsnámi. Því í framhaldsnáminu fékk ég að vera hvað frjálsust í efnisvali og efnistökum og ég var innblásin af áhuga á rannsókninni og lét ekki eftir mér að sitja lengi við. Þetta var eitthvað sem hentaði mér vel. Ritgerðin mín var löng með mörgum skýringamyndum og textum og ég þekkti hana eins og lóan á mér þegar að doktorsverðninni kom. Prófdómari frá virtum háskóla kom og spurði mig spjörunum úr í rúman klukkutíma fyrir framan fullan sal af fólki og ég gerði mitt besta að svara og vísa í fræðin og gögnin í ritgerðinni en líka að svara heiðarlega og viðurkenna þegar ég ekki vissi eða væri ekki alveg með tölurnar í kollinum. Því það er vissulega mikilvægt hverjum fræðimanni að skilja hverju við getum svarað af öryggi, hvenær sé betra að skeita líklega við setninguna og hvenær komið er að því að viðurkenna að maður sé nú ekki sérfræðingur í nákvæmlega þessu ákveðna efni og að betra væri að tala við einhver aðra. En allt gekk þetta vel að lokum
Prófnefndin kom fljótlega eftir vörnina og tilkynnti að það mætti kalla mig Dr. Kristín. Og ég gat skálað við vini og fjölskyldu eftir vörnina. Og þar sem ég stend þarna, hæst ánægð með ritgerðina mína, sem ég hafði unnið svo hart að, kemur leiðbeinandi minn til mín og segir: veistu það, Kristín, að ritgerðin ekki aðal útkoma þessa doktorsnáms. Ritgerðin alveg frábær, en það ert þú sem ert búin að læra að hugsa, skrifa og tala eins og vísindakona, og það ert þú sjálf sem afrakstur þessa náms. Við eigum það til að gleyma þessari augljósu staðreynd og kjarna málsins að í náminu þá erum við ekki bara að framleiða ritgerðir, heldur erum við að öðlast nýja færni og framundan eru óteljandi áskoranir sem við nú munum skoða sem nýjar breyttar manneskjur. Já, námið breytir okkur og þið eruð í dag mjög breyttar manneskjur. Eitt af því sem gerist í náminu að við verðum líka meðvituð hvað við kunnum ekki. Við verðum meðvituð öll hin sem kunna meira en við, vinna hraðar, hugsa hraðar, eru sniðugri, hugmyndaríkari, flinkari. Og þetta getur verið erfitt og jafnvel niðurdrepandi, en það líka hluti af því að vaxa og þroskast. Það í gegnum þetta ferli sem við lærum mest, bæði okkur sjálf, okkar styrkleika og heiminn í kringum okkur og hvernig fólki okkur gengur best að vinna með. Við lærum að takast á við áskoranir, að læra af mistökum og að þróum okkur hæfni til að takast á við framtíðina með öryggi og sjálfstrausti. Stundum koma verkefnin til okkar óvænt og við þroskumst í ólíkar áttir. Árið 2014, fljótlega eftir ég kom í námi, hófst stærsta gos á Íslandi í 250 ár. Í aðdraganda þess var mikil áskorun að fylgjast með virkninni og túlka hvað gögnin þýddu. Þetta voru spennandi tímar þar sem sérfræðingar í hinum ýmsu jarðvísindagreinum komu saman. Íslendingar fylgdust spennti með og það kom að því að mér var hent í djúpulaugina. Bein útsending kvöldfrétta. Ég horfi á mig í speglunum þar sem ég sit í sminkstólnum upp á rúf, andliti frosið, sminkan slær á létta strengi. Já, þetta í fyrsta skipti sem þú kemur í sett í beinni? Ég svara með einu orði. Ekki til í þetta. Líkamlega einkenni streitunar farin að gera vart við sig. Hvað ef ég segi eitthvað vitlaust? Hvað ef ég man ekki og get ekki svarað? Þetta komið, segir sminkan hressilega og ég geng þungum skrefum inn í græna herbyggið þar sem ég bíð eftir að vera leidd inn í fréttastúdíóið, aftökusalinn. Inn kemur Bogi Ágústsson og það sem hann sagði eitthvað sem ég hef tekið með mér, eitthvað sem ég rifja gjarnan upp með sjálfri mér. Með sinni traustvekjandi röddu segir hann rólega við mig: ég sé að þú ert stressuð, en veistu, það ert þú sem ert sérfræðingurinn. Ég veit ekki neitt, en það ert þú kannt þetta allt. Og já, ég var vissulega í eldlínunni að fylgjast með og átti fullt erindi að vera þarna og svara spurningum eftir minni bestu þekkingu hverju sinni. Og fyrst Bogi Ágústsson hafði trú á mér, af hverju átti ég ekki að gera það? Eitt af verkefnunum sem ég staði frammi fyrir á undanförnum árum að stíga inn í hlutverk stjórnandans. Og til að geta gert það vel og af öryggi þá ákvað ég að kynna mér stjórnendafræðin. Ég fór á námskeið þar sem var farið vel við mismunandi stjórnunarstíla, hvað virka best í mannlegum samskiptum og hvernig getum við forgangsraða verkefnum. Árangursríkast og skemmtilegast þegar vel tekst með teymisvinnu. Hún gengur best ef fólk með mismunandi þekkingu en líka mismunandi persónulega styrkleika kemur saman. Háskólauppeldi gengur að miklu leyti út á að hampa fólki með analítiska og greinandi hæfileika, en það ekki síður mikilvægt að háskólafólk sé alls konar og það sé pláss fyrir fólk með annars konar persónulega hæfileika. Háskólafólk á nefnilega líka vera skapandi, drífandi og framsýnt. Við erum ólík og samfélagið þarf fjölbreytni. Það stórkostlegt þegar maður uppgötvar hvernig hópur fólks með ólíka styrkleika kemur saman og tekst að vinna sameiginlega að markmiðum á áhrifaríkan hátt. Það mikilvægt að muna þetta, við erum öll ólík. Það enginn sem bestur í öllu.
Þess vegna skiptir máli að einbeita sér að því að nýta sína einstöku hæfileika og finna leiðir til að bæta sig þar sem maður getur. Það þessi sjálfsmeðvitund sem gerir okkur kleift að verða hæfari og öflugri í því sem við tökumst á við. Mistök eru óumflýjanlegur hluti af lífinu og það eru gegnum þau sem við vöxum. Það mikilvægt að skilja að mistök ekki endalok, heldur tækifæri til að læra. Þegar við gerum mistök fáum við tækifæri til að endurmeta, bæta okkur og reyna aftur. Það í þessum lærdómi sem við finnum styrk okkar og hæfni til að sigrast á nýjum áskorunum. Þess vegna skiptir máli að óttast ekki mistök, heldur að nýta þau sem stökkpall til vaxtar og framfara. Við eigum aldrei að hætta að læra. Menntun ykkar endar ekki með þessari útskrift. Hún og á að vera ævilangt ferli. Heimurinn stöðugt að breytast og það mikilvægt að við höldum áfram að aðlaga okkur og vaxa með honum. Það gaman að læra og ég hvet ykkur til að fara út fyrir þægindaramman og ögra sjálfum ykkur. Ég geng á undan með góðu fordæmi og búin að skrá mig í tónlistarskóla næsta haust og ætla að læra trommur. Ekki djók. Eitt það mikilvægasta sem ég lærði í stjórnendanáminu að við eigum að fagna sigrunum. Og af hverju eigum við að fagna sigrunum? Jú, þegar við fögnum sigrunum, þá viðurkennum við vinnuna og ástríðuna sem lögð var í að ná þeim. Það gefur okkur kraft til að halda áfram og minnir okkur á að við getum náð markmiðum okkar ef við leggjum hart að okkur. Ástríða mikilvægur drifkraftur í öllum okkar verkum og hún smitandi og eftirsótt. Á dögunum fór ég með ítalskan bankastjóra að skoða umbrotasvæði við Grindavík og Svartsengi. Á leiðinni ræddum við málin og ég útskýrði fyrir honum eldfjallaeftirlitið og vinnuna sem jarðvísindafólk hefur staðið í undanfarin misseri. Við sátum í 4 sæta luxus Mercedes-Benz með bílstjóra frammi. Ég, millistjórnandi hjá ríkisstjórnin í flíspeysu uppalinn í Breiðholti, hann í lakkskóm með ívið hærri árslaun en ég. Og mætti segja að hefði átt farsælli starfsferil og klifrað hærra í metorðasteganum. En þar sem við sitjum þarna og mér í mun að útskýra nýafstaðna atburði, horfir hann á mig og segir lágt en af fullri einlægni. Ég vildi að ég hefði jafn mikla ástríðu fyrir mínu starfi og þú fyrir þínu. Þessi orð sitja enn í mér og minna mig á að ástríða ekki aðeins drifkraftur, heldur einnig það sem gerir störf okkar merkingabær. Það ástríðan sem gerir okkur kleift að takast á við áskoranir með gleði og eldmóði. Þannig að kæru útskriftakandidatar, stígið fram með stolti, trúið á okkur sjálf og notið þau tækifæri sem menntunin ykkar hefur gefið ykkur. Við höfum öll eitthvað einstakt að bjóða og það í gegnum þessa fjölbreytni að við getum mótað betra og öflugra samfélag. Notið ástríðuna til að knýja ykkur áfram, verið óhrædd við að gera mistök og lærið af þeim og munið að fagna hverjum sigri stórum sem smáum. Til hamingju með daginn og gangi ykkur vel í framtíðinni. Við gefum henni gott klapp. Góðvinir Háskólans á Akureyri mun nú veita viðurkenningu og það Bjarki Freyr Brynjólfsson sem afhendir viðurkenninguna. Kæra háskólasamfélag, góðvinir eru samtök stúdenta sem brautskráðir eru hérna frá Háskólanum á Akureyri og annara velunara háskólans. Nú í 20. skiptið heiðra góðvinir kandidata
sem hafa unnið óeigingjarnt starf í þágu háskólans með því til dæmis að kynna hann, efla félagslífið eða sitja í hagsmunanefndum fyrir hönd stúdenta. Það er gríðarlega mikilvægt að stúdentar taki þátt, segi sínar skoðanir, því félagslífið er ekki síður mikilvægur hluti af lærdómi háskólagöngunnar. Það er mér mikill heiður sem fyrrum stúdent hér við Háskólann á Akureyri að fá að veita þessi verðlaun fyrir hönd góðvina sem vilja einmitt halda utan brautskráða stúdenta. En góðvinir hafa meðal annars á stefnuskrá sinni að efla enn frekar endurfundi, en markmiðið með því er að tengja okkur betur saman og þær góðu minningar sem við öll eigum hér úr námi okkar við háskólann. Ég því hvet ykkur öll til þess að gerast góðvinir. En heiðursverðlaunin eru nælur sem að gullsmiðurinn Kristín Petra Guðmundsdóttir smíðar og það er von okkar að handhafar viðurkenningarinnar beri næluna með stolti. Til að mynda þá á endurfundum en einnig við önnur hátíðleg tækifæri. Nælan er eftirlíking listaverksins Íslands klukkan eftir Kristinn Hrafnsson sem stendur á háskólasvæðinu og vísar til þeirrar árvekni sem einkennir gott háskólafólk. En einnig fær handhafi heiðursverðlaunanna viðurkenningaskjal. Þannig ég ætla að biðja rektor að vera mér hér til halds og trausts við afhendingu viðurkenningarinnar. En góðvinir veita nú einum kandidata á hug- og félagsvísindasviði viðurkenninguna. Í gær hlaut Dagmar Ólína Gunnlaugsdóttir kandidat í kennaradeild heiðursviðurkenningu góðvina og í morgun voru það þær Erla Salóme Ólafsdóttir kandidat í hjúkrunarfræði og Fanney Gunnarsdóttir kandidat í líftækni sem hlutu viðurkenninguna. Í ár er það í grunnnámi á hug- og félagsvísindasviði Silja Rún Friðriksdóttir sem bætist í hóp þeirra öflugu stúdenta sem hafa hlutu heiðursviðurkenningu. Og að biðja hana að koma einhver upp á svið til okkar. En ég ætla að fá að lesa hérna smá umsögn Silju Rún. En í henni segir: Silja Rún hefur verið öflug innan háskóla samfélagsins frá því að hún hóf nám við Háskólann á Akureyri. Hún var varaforseti SHA á starfsárinu 2022 og 2023 og sýndi þar ábyrgð og elju. Hún lagði mikinn metnað í starf sitt. Þáverandi forseti SHA lýsir Silju sem traustri og yfirvegaðri manneskju sem auðvelt er að leita til og vinna með. Hún gengur í öll verk og kemur til móts við öll. Þá hefur Silja Rún verið virk í hinum ýmsu nefndum og ráðum innan háskólans, en þó sérstaklega í jafnréttisráði, þar sem hún hefur starfað síðastliðin 2 ár af miklu metnaði, enda brennur hún fyrir jafnréttismálum. Þá hefur Silja einnig verið fulltrúi stúdenta í Landssamtökum íslenskra stúdenta og staðið sig með prýði þar að gæta að hagsmunum og rödd stúdenta Háskólans á Akureyri. En á liðinu skólaári starfaði Silja Rún sem formaður kynningarnefndar, þar sem hún skipulagði samstarfi við markaðs- og kynningamál HA, opna daga og háskóladaginn. Sólveig María, verkefnastjóri, segir að samstarfi við Silju Rún hafi verið einstakt, enda sé Silja Rún einstaklega metnaðarfull og ábyrg. Alltaf hafi verið hægt að treysta á Silju Rún, verkefnum sínum sinnir hún vel og örugglega og ef henni er falið eitthvað verkefni þá gengur hún í málið og klárar það með stæl. Framlag Silju Rúnar til Háskólans á Akureyri til þessa hefur verið ómetanlegt og á háskólann henni mikið að þakka. Þá eru gaman að fylgjast með henni áfram blómstra, en Silja Rún tók nýlega við stöðu forseta SHA. Það er því mikill heiður að fá að veita Silju Rún þessa viðurkenningu hér í dag fyrir hennar mikilvæga framlag fyrir Háskólann á Akureyri. Takk fyrir.
Brautskráningu kandidata af hug- og félagsvísindasviði er nú að ljúka og munum við gleðjast og taka á móti kandidötum og öðrum gestum í miðborg. Ég vil einnig hvetja ykkur til að nýta myndabóksin 2. Svo væri gaman ef þið myndið deila myndum af ykkur á samfélagsmiðlum og nota myllumerkið Háskóla Hátíð. Nú göngum við úr salnum og beint út í sólina. Fyrst fara rektor, heiðursgestur, sviðsforseti, ríkislögreglustjóri, deildarforsetar, kandidatar og loks aðrir gestir. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég kandidötum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn. Verið sæl. Það andvökubjart, himinn kvöldsólar skatt. Finnum læk, litla Það andvökubjart, himinn kvöldsólar skatt. Finnum læk, litla laut, tínum grös, sjóðum graut. Finnum læk, litla laut, tínum grös, sjóðum graut. Finnum göldróttan hval og fyndin sel í smáta. Lækja niður, lítill foss, skeinu sá, mömmu koss. Lækja niður, lítill foss, skeinu sá, mömmu koss. Stingum í spegilsléttan fjöll. Stingum smá fjölskylduhjöl sem fjúka barna á upp í loft út á sjó. Verðmætt gleðitt hár, hellir ró, hellir ró. Hoppum út í bláinn, kveðjum stress og skjáinn. Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Tínum skeljar, fjallagrös, látum pappa blása og nös. Við grjótar hól, við feluleik, á hleðslu, lambasteik. Við grjótar hól, við feluleik, á hleðslu, lambasteik. Stingum spegilsléttan fjöll.